Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Alþingi samþykkti tillögu utanríkisráðherra þess efnis á 6. tímanum. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögregluembættum helming. Hvorki starfsstöðvum né lögreglumönnum verður fækkað. Ísraelsher herðir árásir á Líbanon og gerði umfangsmiklar loftárásir í dag. Íbúum 300 bæja og þorpa var skipað að flýja norður í gær. Tollgæslan hefur lagt hald á þúsundir glasa af ólöglegum peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands síðasta árið. Ég myndi hugsa með tvisvar áður en ég myndi kaupa svona á netinu. Það þarf einhvers konar endurskoðun, segir fjármálaráðherra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, en mikilvægt sé að umræður fjármögnun tefji ekki framkvæmdir. Gott kvöld. Þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Þetta var ljóst eftir atkvæðagreiðslu á Alþingi síðdegis. 34 þingmenn stjórnarliðsins studdu tillögu utanríkisráðherra en 8 þingmenn Miðflokks og 1 þingmaður Sjálfstæðisflokks greiddu atkvæði gegn tillögunni, á meðan 14 þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sátu hjá. Atkvæðagreiðslan hófst klukkan 3 og stóð yfir í 3 klukkustundir. Magnús Geir Eyjólfsson, þetta var langsótt atkvæðagreiðsla og forseti Alþingis, hún þurfti að boða til aukafundar til að koma á. Þú ert búin að vera niður á þingi og fylgjast með í allan dag. Var þetta hitafundur? Ég myndi nú ekki orða þannig. Það voru vissulega hvöss orðaskipti, innblásnar og mjög dramatískar ræður, svona minniháttar aðdróttanir og svona nokkur stóryrði, en ef við til dæmis berum þetta saman við atkvæðagreiðsluna veiðigjaldi í fyrra, þá var töluvert öðruvísi og minna þrúgandi stemning í þingsalnum í dag. En þingmönnum lá vissulega mikið á hjarta og flestir tóku til máls og jafnvel oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Breytingatillögur minnihlutans, þar með talið tillaga að seinka þjóðaratkvæðagreiðslunni til 17. október, þær voru allar felldar. En breytingar á orðalagi spurningarinnar voru hins vegar samþykktar, þannig að á kjörseðlinum í ágúst verður spurningin hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og þá eru svarmöguleikarnir 2, einfalt já eða nei. En áður höldum lengra þá skulum við kíkja á það helsta sem gerist í þingsal í dag. Því Ísland ekki of lítið til að vera sjálfstæð. Ísland ekki of fámennt til að taka eigin ákvarðanir. Og Ísland ekki of veikt til að standa á eigin fótum. Þess vegna styð ég ekki þessa vegferð ríkisstjórnarinnar inn í Evrópusambandið. Við höfum alltaf sótt fram þegar við höfum haft hugrekki til að taka stórar og framsýnar ákvarðanir, sérstaklega þegar áskoranir eru miklar í heimsmálum. Og þess vegna greiði ég atkvæði með því að þjóðin sjálf fái orðið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru 2 valkostir og í hvorugu tilviki vitað fyrir víst hvert leiða. Þetta ótækt, frú forseti, og forsvaranlegt fyrir Alþingi að afgreiða mál með þessum hætti og ég segi nei. Þá ekki skynsamlegast, sem hefur verið okkur svo gott í 80 ár, að vera hér upp á okkar Atlantshafshrygg, svo fjarri allri vígaslóð annarra og eiga heilbrigð og eðlileg samskipti við allar þjóðir heims í stað þess að banka á dyr og biðja að ganga í klúbb sem lokaður. Hvort sem fólk kaus, Viðreisn, Samfylkinguna, Flokk fólksins, Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn eða Framsókn, þá á það rétt á að fá að segja sitt álit og eiga þátt í þessari ákvörðun. Ég átta mig á því að það eru tilfinningar í tengslum við þetta mál. Það eðlilegt. Öll viljum við það besta fyrir Ísland, en ég vil að sjá hvar tækifærin geta falist. Ég vil fá að sjá samning, en ég vil líka hlusta á þjóðina. Já, eins og sagði, innblásnar og dramatískar ræður. En þess má geta að frá Lýðveldisstofnun hafa verið haldnar 3 þjóðaratkvæðagreiðslur, allar á 3 ára tímabili í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, 2 Icesave-samningana og tillögur stjórnlagaþings eða stjórnlagaráðs. Svona, það ekki hefð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum á Íslandi, þannig að í ljósi þess þá þetta töluverð tíðindi.
Já, þetta þetta bara, já, nokkuð einstakt að það sé kosið aðild að umsókn að Evrópusambandinu og satt að segja fyrsta sinn bara nokkurt ríki geri það, atkvæðagreiðslur aðild að Evrópusambandinu hafa alltaf farið fram eftir að samið hefur verið aðildarsamning, þannig að við erum að brjóta blað með því líka, en ástæðan fyrir því þetta bara svo að málið er komið ofan í djúpar pólitískar skotgrafir og þetta var svona einhver leið til þess að reyna að takast á við það. Við heyrðum ræðirnir í dag, innblásnar og svona, jafnvel líktar, en nú er umræðan farin úr höndum stjórnmálamanna og það er engin leið að stýra henni. Verður kjósendum bara drekkt í upplýsingum í aðdraganda kosninganna eða er einhver leið að henda yfir á það? Sko, það eru auðvitað allar líkur á því að þessar umræður verði bara mjög erfiðar og þrungnar því að þetta er mikið tilfinningamál og kannski má segja að þetta sé einhverja dýpstu skotgrafir íslenskra stjórnmála. Þessi spurning Evrópusambands aðild landsins, þetta er svona tilvistarlegt mál og í svona undanförnu hefur þetta séð mikið svona upplýsingahernað og hann verður örugglega ærinn í þessum kosningum. Er mögulegt, eins og kannski samtíma skerst í Brexit, að þessi kosning snúist einfallega upp í kosningu ríkisstjórnina, vinsældir hennar? Já, sko, þjóðaratkvæðagreiðslur í eðli sínu bara svolítið sundrandi fyrirbæri í stjórnmálum og í rauninni fara mjög gjarnan að snúast eitthvað allt annað en akkurat spurninguna á kjörseðlinum, þannig að auðvitað verður ríkisstjórnin undir í þessum kosningum. Er þetta pólitískt erfitt fyrir ríkisstjórnina, sem til þess að það kemur afgerandi nei? Já, það er auðvitað bara mjög flókið fyrir ríkisstjórnina ef að svo yrði og satt að segja, er þessi kosningabaráttu náttúrulega ekkert farin á stað og ríkisstjórnin sem slík hefur ekkert beitt sér af svona miklum krafti en við höfum nú séð svona upptaktin að þessu í umræðunum í dag og undanfarna daga, en þetta verður nú ekkert auðvelt. Takk fyrir þetta, Eiríkur. Já, ég get að lofa ykkur því að þetta er ekki í síðasta skipti sem við heyrið Evrópusambandið minnst, en við ætlum að segja þetta gott á Alþingi í bili. Eilíf umræða, Magnús Geir, takk kærlega fyrir þetta og það verður áfram fjallað þessi mál í Kastljósi, aðildarviðræður við ESB og þjóðaratkvæðagreiðslu þar Gestir kvöldsins eru Sigríður Ásthildur Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Þá skulum við snúa okkur að öðru, því vel á 900.000 glös af ólöglegum peptíðum hafi verið gerð upptæk hér á landi að undanförnu. Mikil sprenging varð í innflutningi á slíkum efnum í fyrra. Frá ársbyrjun 2025 hefur tollgæslan lagt hald á rúmlega 8.500 glös af peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands og yfir 30 retatrótít penna. Retatrótít eða reta er þyngdarstjórnunarlyf sem hefur að undanförnu gengið kaupum og sölum á netinu og samfélagsmiðlum þrátt fyrir að lyfið sé ekki komið á markað. Þróunin jókst mikið síðastliðin október á síðasta ári og hefur bara haldið áfram síðan. Fólk er að panta í auknum mæli á netinu, peptíðin, á þessum síðum sem að þú getur fundið og magnið per einstakling er að aukast allt frá 10 einingum upp í 150-250 einingar. Yfir 90% peptíðana koma hingað til lands í gegnum póstin eða með hraðsendingum í litlum glærum glösum. Ársæll segir engar upplýsingar liggja fyrir innihald glasana sem merkt eru með ýmsum skammstöfunum. Hér er ein sending og innihaldslýsingar er 30. Hér er RT30. Við vitum bara eiginlega ekkert meira hvað sendingin inniheldur. Tollgæslan sendi fjölda sýnishorna til efnagreiningar til Europol í Hollandi í apríl. Von er á niðurstöðum á næstu vikum. Við erum farin að þekkja umbúðirnar og lýsingarnar frá seljanda. Þannig að það hefur hjálpað okkur mikið og þannig að við höfum bara lagt aukna áherslu á að stöðva þetta. Innflutningur á slíkum efnum er brot á lyfjalögum og getur farið svo að málin séu kærð til lögreglu, segir Ársæll. Hann segir fræðslu mikilvæga. Ég myndi hugsa með þessar áður en ég myndi kaupa svona á netinu og stinga í mína æð. Agnes Óskja á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, hvernig blasir þessi mikla aukning við ykkur? Þetta blasir náttúrulega helst þannig við okkur að þarna er öryggi og heilsu fólks ógnað, en við horfum einnig á þetta frá þeirri hlið að framleiðsla og sala á falslyfjum er ein helsta tekjulind skipulagðrar brotastarfsemi. Já, þannig að þegar fólk er að kaupa þetta erlendis frá þá verður það fjármagna skipulagða brotastarfsemi erlendis.
Já, í rauninni og þetta líka þess eðlis að þessi brot, sem sagt kaup á þessu og falsaðar vörur, þetta í raun þau brot sem eru hvað mest viðurkennd á meðal almennings. En við sjáum mikið á internetinu og samfélagsmiðlum verið að selja þessi efni. Það eru þetta börn og unglingar. Verið að selja fólki undir lögaldri þessi efni? Talandi það að okkur finnst við sjá að þetta sé viðurkennt á meðal almennings, þá sjáum við það á samfélagsmiðlum að fólk virðist óhrætt við að bæði tjá sig notkun á þessum efnum en einnig sölu á þeim. Þannig já, við teljum okkur sjá það sé verið að ungmenni eru að leitast eftir kaupum á þessu. Og þetta brot á lögum að flytja þetta inn. Hvernig eru þið að handera þessi mál og rannsaka þetta? Eru þið að sekta fólk eða ákæra? Eða hvernig eru þið að takast á þennan vanda? Við erum náttúrulega helst að reyna að kortleggja þetta og við erum að taka á móti þessum lyfjum og það tæknideild sem tekur á móti þessum efnum og rannsakar þau og svo eru þau eftir atvikum sendi í nánari skoðun og að því staðan náttúrulega svo að það veit enginn hvað í þessu. Innihaldið algjörlega óþekkt og það engin ekkert eftirlit með þessu. Og það það sem þá hættulegt að þú veist ekki hvað þú ert að kaupa það? Það nákvæmlega þannig. Það hefur enginn þessa vitneskju. Agnes Ósk, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 svo úr verði stærri og öflugri embætti. Fækkun embætta á Suðvesturhorninu verður skoðuð sérstaklega. Ráðherra kynnti hugmyndir sínar breytt skipulag lögreglu á ríkisstjórnarfundi í síðustu viku og á fundi lögregluráðs í þessari viku. Hún segir þær hafa fengið góðar undirtektir hjá lögreglu. Þetta samtal sem hefur staðið yfir árum saman og ég fann fyrir því strax því ég kom hérna inn í ráðuneytið, ég fann fyrir ákalli þessar skipulagsbreytingar. Stóra markmið einfallega þetta, efla liðsheild lögreglu, búa til sterkari lögreglu hringinn í kringum landið með því að vera með færri en stærri embætti. Skipaður var samráðshópur til að ræða skipulagsbreytingarnar. Vinna við útfærslu á frumstigi en frumvarp væntanlegt í haust. Þorgerður segir breytingarnar ekki tilkomnar vegna ákalls hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki standi til að fækka starfsstöðum lögreglu eða fækka lögreglumönnum. Lögreglustjórar færist mögulega til í starfi þar sem sameinað verður. Ég ræddi þetta við lögreglustjórafélagið og lagði málið upp þannig að þar sem þau embætti sem verða sameinuð öðrum að þá verði þá áfram starfandi aðstoðar lögreglustjóri. Við eigum ofboðslega mikinn mannauð í lögreglustjórum og það ætlun mín og ósk að hann verði áfram starfandi innan kerfisins. Út í heim, að minnstakosti 16 voru drepnir og hátt í 60 særðust í umfangsmiklum loftárásum Ísraelshers á Beirút og suðurhluta Líbanons í dag. Talsmaður Ísraelshers segir herinn gera árásir landið allt. Mikil eyðilegging blasti við íbúum í hafnarborginni Týros í suður Líbanon í morgun. Ísraelar gerðu röð loftárásar á borgina og aðra staði í suðurhluta landsins í morgunsárið. أي حرام بيوت عالم وأرزاق هي كلياتها مدنية في أكثر من 20 عائلة هون كلياتهم راحوا هيك على الفاضي يعني لا في أحزاب ولا في شيء كلياتها بيوتنا. Árásirnar héldu áfram á úthverfi Beirút síðdegis. والله كنت عم جيب أغراضي من الدكانة فأنا وطالع والله وصلت لحد البناية وصارت الضرب. على الغبرة ما عادش حدا عرف شيء ساعة بفكر هون ساعة بفكر هون لطلعت البناية اللي حدي وطبعا في كتير شهداء وكتير جراح بس كله على الله. Ekkert lát virðist vera á árásunum, að minnstakosti marka má orð talsmanns Ísraelshers. לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. רק ביממה האחרונה תקפנו בצור, בביירות ובדרום לבנון בסיוע עצים לכוחות המתמרנים. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים. Ísraelar drógu gula 10 km breiða línu meðfram landamærum Ísraels og Líbanons í apríl. Ísraels her hefur flutt íbúa flestra þorpa innan línunar nauðuga á brott og unnið að því að rífa niður byggingar í tómum bæjum.
Forsætisráðherra Ísraels tilkynnti fyrir vikunni að her landsins ætlaði að auka hernaðaraðgerðir í Líbanon og í gær skipaði herinn íbúum að flýja norður yfir ána Sarani sem 40 kílómetrum norðan við landamæri ríkjanna. Skipunin nær til 300 bæja og þorpa, 14% af landsvæði Líbanons og sú stærsta síðan vopnahlé milli ríkjanna tók gildi miðjan apríl. Fulltrúar ríkjanna hittast á fundi í Bandaríkjunum á föstudag. Líbanar vilja herinn burt en eru ekki vongóðir. وما تفكروا انه نحن بنترك الجنوب، الجنوب ارضنا وروحنا ووطننا وعرضنا، نحن ما بنتركه للجنوب، نحن ما بنعمل مثل فلسطين، نحن ارضنا هن يروحوا، هن يحملوا شنطهم ويروحوا مطرح ما اجوا. هيدي يعني من زمان مهيأ لها انه اسرائيل تحتل الجنوب، وما باعتقادي انه والله محادثات مفاوضات ولا مفاوضات راح تغير من الذهنيه تبعت اسرائيل. طب هيدي مش بشر، هيدي حدائق الحجر عم بيروح، البشر اللي عم بتروح كمان، شو من المناظر بالطرقات بتمرق بتشوف شي ببكي اللي نايم على الارض، اللي نايم بسياره. يا خيي وين الامه العربيه؟ وين البشر؟ ما في رحمه بقى. Samstarfsfólk karlmanns sem var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg hafði ítrekað gert athugasemdir við hegðun hans. Samkvæmt dómkvöddum matsmönnum maðurinn haldinn barnakynd. Í dómnum kemur fram að maðurinn, Hannes Valli Þorsteinsson, sé með takmarkaðan vitsmunaþroska, félagslega einangraður, með veikan orðaskilning og á mörkum vægrar þroskahömlunar. Dómkvaddir matsmenn telji hann þurfa verulegan sálfræðilegan stuðning við barnagirnd sinni á meðan hann situr í fangelsi. Hannes hafði enga reynslu af umönnun barna þegar hann var ráðinn til starfa á Múlaborg. Sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar segir að við ráðningar á leikskóla séu gerðar kröfur menntun, lipurð í samskiptum og reynslu af uppeldisstörfum. Og ef einhverjir uppfylli ekki þessar hæfniskröfur allar, þá það mat stjórnanda hverjum stað hvernig viðkomandi uppfyllir þá skilyrðin til að starfa með börnum. Samstarfsfólk Hannesar sem bar vitni fyrir dómi sagðist ítrekað hafa þurft að benda honum á að framkoma hans við börn á leikskólanum væri óeðlileg. Eitt vitni lýsti atviki þar sem Hannes tók barn upp á fótunum og hélt því á hvolfi og annað vitni lýsti því þegar Hannes beit barn. Hannes starfaði á leikskólanum í 2 ár. Steinn segir ekki hægt að útiloka að mönnunarvandi hafi haft áhrif á ráðningar á leikskólum á þeim tíma sem Hannes var ráðinn til starfa. Við getum aldrei útiloka hvernig einstaklinga við erum að ráða inn og þegar við erum að ráða fólk inn að þá náttúrulega farið í gegnum ákveðið ferli. Auk samstarfsfólks höfðu foreldrar barna á Múlaborg lýst yfir áhyggjum og gert athugasemdir við framkomu og hegðun Hannesar í starfi. Þau hafa gagnrýnt stjórnendur leikskólans fyrir viðbragðsleysi. Samkvæmt heimildum fréttastofu leikskólastjóri Múlaborgar enn við störf. Steinn segir að breytingar hafi verið gerðar á verkferlum, fræðsla til starfsfólks aukin og tekin upp ný mannauðsstefna eftir að málið kom upp. Og svo erum við líka búin að ráða vinnuverndarfulltrúa inn á sviði sem að aðstoða stjórnendur á vettvangi og þeir geta þá kalla hann til að fara yfir hvernig getum við aukið öryggi í okkar starfsumhverfi og bætt og elt starfsumhverfi ekki bara fyrir starfsfólk líka fyrir börnin. Fjármálaráðherra segist sammála verðandi borgarstjóra í Reykjavík að endurskoða þurfi samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Brýnt sé þó að það leiði ekki til tafa á framkvæmdum. Í samstarfsáttmála nýs meirihluta í Reykjavík sem var kynntur í gær segir að hefja í samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélögunum endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, fjármögnun hans og framkvæmdahraða. Við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Í Hafnarfirði tekið í svipaðan streng og bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu sem fréttastofa ræddi við segjast sama sinnis en leggja áherslu á endurskoðun verði ekki til þess að tefja fyrir framkvæmdum. Ég tek undir með borgarstjóra að þarna eru atriði sem við þurfum að ræða að nýju.
Sem dæmi gjöld sem ekki hafa verið útfærð nefnir ráðherra svokölluð flýti- og tafagjöld sem eru vegtollar og gjöld sem eiga annars vegar að stýra umferð og hins vegar að fjármagna vegaframkvæmdir. Ég held að einhvers konar endurskoðun þurfi að fara fram og umræða það hvernig við munum standa fjármögnun sáttmálans er nauðsynleg. Það hins vegar þannig að mörg af þessum verkefnum eru mjög brýn og það er mikilvægt að þessi endurskoðun tefji ekki fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu. Þær eru orðnar mjög brýnar. Og ráðherra segir næstu skref að setjast niður og ræða málin við sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu. Þessi meirihlutar eru auðvitað ekki allir orðnir til ennþá en leið og það er orðið þá er þetta forgangsmál. Meirihluta viðræður í sveitafélögum víða land eru ýmist á loka metrónum eða þegar komnar í höfn. Í dag litu 3 nýir meirihlutar dagsins ljós í Hveragerði, Hornafirði og á Ísafirði. Í Hveragerði kynntu Sjálfstæðisflokkur og Samfylking nýjan meirihluta sáttmála í dag. Með samkomulaginu tekur við nýtt samstarf þar sem Ingimar Guðmundsson oddviti Sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri. Í Hornafirði mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn nýjan meirihluta. Þar sest Hjalti Þór Vignisson, oddviti Framsóknar, í stól bæjarstjóra en hann var áður bæjarstjóri Hornafjarðar síðast árið 2013. Og loks á Ísafirði hafa Framsóknarflokkur og Viðreisn náð saman. Gylfi Ólafsson, oddviti Viðreisnar, verður bæjarstjóri en hann hafði áður leitt Ísafjarðarlistan sem bauð ekki fram í ár. Núna sest ég í stól bæjarstjóra og það hlutverk er aðeins annars eðlis. Það er svona meira, þá er maður kannski meira með puttana í einstökum málum og ég er bara mjög spenntur fyrir því og auðmjúkur gagnvart því stóra hlutverki sem í því felst. Við ætlum að vinna með öllum, við höfum verið með samvinnu í forgrunni. Stefnuskrárflokkarnir eru mjög álíka. Það sem kannski skiptir mestu máli þessi er traust sem við Gylfi höfum náð síðustu 4 árin og það skiptir miklu máli. Og við höldum okkur í sveitastjórnarmálunum því nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar hefur verið myndaður í Mosfellsbæ. Hilmar Gunnarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri og Gylfi Þór Þorsteinsson, oddviti Viðreisnar, verður forseti bæjarstjórnar. Ragnar Jón Hrólfsson í Mosfellsbæ. Ragnar, það var nokkuð örugt að Sjálfstæðisflokkurinn kæmi að þessum meirihluta strax bara á kosninganótt, ekki satt? Jú, það var í rauninni ljóst að gamli meirihlutin væri fallinn strax eftir að fyrstu tölur voru kynntar en Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 42% atkvæða. En hérna hjá mér eru oddvitar nýja meirihlutans. Hvaða málefni ætlið þið að setja í forgang? Jú, við vorum að skrifa undir sáttmála við Gylfi hér undir yfirskriftinni frelsi, ábyrgð og mannleg nálgun. Og það er ýmislegt á oddinum, bæði börnin okkar í skólunum og heldri borgarar og allt þetta, góður rekstur og góð grunnþjónusta, skilvirk stjórnsýsla. Þannig að við munum opinbera þennan samning bara innan skamms. En hvar þurftuð þið helst að gera málamiðlanir, Gylfi? Þetta gekk nú ótrúlega hratt og vel fyrir sig. Við gáum okkur þetta tími í þetta, eina 6 daga sem við vorum að ræða málin. Það var nánast engin ágreiningur þessi helstu mál okkar. Heldur voru við sammálum að gera góðan bæ enn betri og til þess þarf gott samstarf. Og það er eitthvað sem við fundum strax að það var mikið traust á milli og þetta verður farsælt. Meirihlutin í Reykjavík og í Hafnarfirði ásamt fjármálaráðherra telja að endurskoða þurfi samgöngusáttmálann. Hvað segið þið það? Við höfum nú ekki séð neinar hugmyndar hvað það varðar. Við viljum bara að hlutirnir virki, að fólk komist til og frá vinnu á skikkalegum tíma. Ef að Reykvíkingar hafa góðar hugmyndir sem að okkur fellur ekki eða þá sjálfsögðu vinnum við með þeim í því. En Hilmar, nú er þetta minnsti mögulegi meirihluti. Það kom aldrei til greina að reyna að mynda stærri meirihluta með Framsókn. Það voru bara margir möguleikar í stöðunni og eftir að við hlutum mjög góða kosningu. Þannig að við töluðum við alla og enduðum hér. Enda erum við í traustum höndum hvors annars hér með Viðreisninni. Og hvernig bæjarstjóri ætlar þú að verða? Já. Ætli ég verði ekki bara og ætli leggja mig fram við það að vera bæjarstjóri allra Mosfellinga. Einmitt, takk fyrir það. Við ætlum að láta staðar numið hérna í Mosfellsbæ. Takk fyrir það, Ragnar Jón, og við ætlum að láta staðar numið sömuleiðis á hringferðarlandið í sveitastjórnarmálum og taka upp léttara hjal því hárgreiðslan sítt að aftan sneri aftur helgina að Evrópumeistaramótinu í hárgreiðslu í Belgíu. 1000 keppendur meðal annars frá Frakklandi, Þýskaland og Spáni tóku þátt í mótinu og 50 kepptu til úrslita.
Hárgreiðslan síðastan sem sló í gegn á 9. áratug síðustu aldar datt algjörlega úr tísku en hefur hægt og bítandi sótt í sig veðrið aftur. Keppendur segja klippinguna svala og gera sig unglegri. Il y a le mulet discret, il y a le mulet assumé, il y a le voilà. Ici, c'est un mulet, on voit déjà que c'est un mulet qui est déjà bien assumé parce que les côtés sont bien courts. Personnellement, je trouve qu'elle me rajeunit. Le visage est plus ouvert, le fait d'avoir la longueur dans la nuque, voilà, moi ça me plaît en tout cas. Tout le monde trouve que j'ai la classe, du coup c'est vraiment pas dur à assumer. Kíkjum þá að veðrið. Gul viðvörun í gildi á austanverðu landinu en spáin á morgun norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu. Slydda eða snjókoma norðaustan og austalands og hiti frá frostmarki að 3 stigum. Rigning allvíða á sunnanverðu landinu og hiti 5 til 10 stig en þurrt að mestu vestan til. Það dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld en nánar það allt eftir íþróttir. Aron Pálmarsson tekur við þjálfun karlaliðs FH í handbolta á næsta tímabili. Hann skiptir þá hlutverk við Sigurstein Ardal sem hefur þjálfað liðið frá árinu 2019. Það urðu óvænt úrslit á opna franska meistaramótinu í tennis í dag. Jannik Sinner, sigurstranglegasti keppandi mótsins, varð hitanum að bráð. Og Crystal Palace vann í gær sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Olivers Glasner sem lætur af störfum sem þjálfari liðsins. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Alþingi samþykkti tillögu utanríkisráðherra þess efnis á 7. tímanum. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögregluembættum helming. Hvorki starfsstöðvum né lögreglumönnum verður þó fækkað. Ísraelsher herðir árásir á Líbanon og gerði umfangsmiklar loftárásir í dag. Íbúum 300 bæja og þorpa var skipað að flýja norður í gær. Tollgæslan hefur lagt hald á þúsundir glasa af ólöglegum peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands síðasta árið. Ég myndi hugsa mig tvisvar áður en ég myndi kaupa svona á netinu. Það þarf einhvers konar endurskoðun, segir fjármálaráðherra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, en mikilvægt sé að umræður fjármögnun tefji ekki framkvæmdir. Það var það upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á Kastljós hér rétt á eftir þar sem þjóðaratkvæðagreiðsla ESB verður til umræðu. En takk fyrir að sinni, verið sæl.